Og þá snúum okkur að listinni. Og til mín eru komnir tveir öndvegismenn til þess að ræða hinar ýmsustu viðburði og opnanir þessa dagana. Þeir Aðalsteinn Þórsson og Hlynur Hallsson, eða Steini, er það ekki rétt? Verið velkomnir. Takk fyrir. Gott að fá okkur. Já, bara gaman að vera komin hingað. Heyrðu, það er brjálað að vera þessa dagana hjá ykkur og ykkar fólki. Það má segja. Þú ert heimalingur, Steini? Ég er heimalingur. Þú ert heimalingur? Já. Einn af mörgum? Einn af 16. Einn af 16? Já. Guð hvað ég er fegin að ég hef ekki 16 heimalinga. Já, þetta getur tekið á örugglega. Það getur tekið á. En þið eru nú annar tegundar. Já, við erum hérna listamenn sem erum að sýna í Dyngjunni, listhúsi hjá Guðrúnu Höddu. Já. Og þetta er þriðja skipti sem við sýnum þar og þetta er sem sagt félagur myndlistafélaginu Akureyri. Og hérna, þetta er svona opinn. Menn mæta þarna og setja verkin og þetta er útisýning. Ókeypis aðgangur, fallegt umhverfi, mikið að list og verður opið allt sumar. 16 heimalingar, já. Og gangið þið bara stjórnlausir og gerir bara það sem þið viljið? Já, í rauninni er þetta þannig. Já, ok, dásanlegt. Þessi sýning er mjög svona, já, hún er svona þannilega laus í reipunum að fólk sýnir oft á sér óvanlega hliðar, sko. Já. Þetta er óvanlegt umhverfi og fólk mætir og setur upp verk og svo bara opnun. Já. Eru þið þá kannski að taka innblástur úr sem sagt þá bara umhverfinu og aðstæðum eða? Jafnvel, sko. Já, akkurat. Ég hef svolítið verið að því, sko. Já. Ég spila inn á aðstæðurnar, sko. Þetta er ansi misjandi en jú, að má vel segja að því leyti, sko, að þetta er mjög oft sem fólk er að setja verk sem er það ólík því sem það er að fást við að öllu jöfnu að það kemur ýmislegt upp úr bókanum, sko. Gaman að koma og sjá, þú veist, nýtt, sjá ykkur opna einhver ný herbergi? Já. Hvenær, þú veist, er þetta bara, er þetta engin sérstök opnun eða hvað? Er þetta bara svona, þetta bara gerist þegar það gerist eða? Já, það er opnun á laugardaginn. Já, hún er á morgun? Já. Og jú, það er alveg í rauninni er þetta orðið alveg þræl skipulagt, sko. Já. Og að því leitin til. Já, ok. Það er alveg haldið utan öll svona forsettirinn, sko. Já, ok. Og það er að koma svolítið rútín á það, sko. Já, það er einhver sem sér það orðn og músa. Það er bara sagt tilbúið þarna, sko. Ok, gott. Þið þurfið náttúrulega svolítið aðhald. Já, það er ágætt að hafa þannig, sko. Já. Hlynur, það stóð mikið til í gærkvöldi hjá þér og þínu fólki í listasafninu, eða ekki? Jú, það 3 opnanir, svona sumarsýningarnar voru að opna í gærkvöldi og þær verða að opna síðan í allt sumar, mismunandi lengi samt. Hún Auður Lóa Guðnadóttir, hún er með einkasýningu í sal 12 sem er svona fyrir unga listamenn og sú sýning heitir Forvera og stendur alveg fram í miðjan ágúst og síðan er önnur einkasýning, það er hann Gústaf Geir Bollason sem er í sölum 10 og 11 sem að fólk þekki betur sem Ketilhúsið. Já, akkurat, já. En þetta er auðvitað allt hluti af listasafninu núna og hans sýning stendur alveg fram til 25. september. Já. Og síðan er dálítið stór samsýning, 5 listamenn sem allir vinna með ljósmyndir, ég held að það sé yfir 100 ljósmyndir á þeirri sýningu í öllum stærðum. Og sú sýning stendur fram til 9. september, minnir mig, og þetta eru listamennir eru Agnieszka Sosnowska, Kristoffer Taylor, Spessi, Katrín Elvarsdóttir og Páll Stefánsson. Mjög ólíkir listamenn sem eiga það sameiginlegt að vera öll í þessari sýningu að vinna með svarthvítar ljósmyndir, en líka á mjög ólíkan hátt. Þarna eru þetta sem heitir silvergelatín, svona framköllun eins og við þekktum hana í gamla daga. Erum við að tala með glerið? Já, ekki alveg þannig, sko. Nei. En þetta snýst framköllunina, þetta er í myrkraherbergi, þetta er ekki digitalmyndir og svo framvegis. En síðan eru þetta þarna líka aðrir ljósmyndara sem eru að vinna með stafrænar myndir og stór prent og þannig að þetta er svona allur skalinn í þessari
þessum ljósmyndum og ástæðan fyrir að við vorum að opna í gærkvöld en ekki á laugardegi eins og við opnum venjulega í Listasafninu að þessi ljósmyndasýning sem heitir Svarthvít hluti af Listahátíð í Reykjavík. Og að því að Listahátíð í Reykjavík frá 1. til 19. Júní, þá bara þurftum við að passa innan þessa ramma. En sýningarnar verða síðan semst í gangi í allt sumar og þetta ekki einu sýningarnar sem voru opnað, það voru að opna sýningar í Röskrými og Deiglunni og Kaktus og Egill og ég var líka með í Mjólkurbúðinni, þannig að og í safninu síðan líka sko áfram reynda 4 sýningar í gangi. Það Ragnar Kjartansson og ASI sýningin og það eru börnin með grímurnar og sýning sem heitir Form í flæði sem eru svona verk úr safneign sko. Þannig að það nóg að gera í listakýlinu sko. Ég get gaman að koma til sko. Ég sjálfur að opna í Röskrými sko. Málverk. Fyrsta skipti í langan tíma. Þið leggja fjörðin undir? Já, Akureyri og nágrenni. Þetta eitt svæði sko. Já, algjörlega. Og gaman að það sé svona margt í gangi og þegar sumarið komið sko. Já, dásamlegt líka. Nú flæðir inn fólk og það frábært að líka þetta er svo ótrúlega fjölbreyttar sýningar. Heldur betur. Sem það boðið upp á þarna. Það eru mjög ólíkar sko. Svartkvítar ljósmyndir yfir í skúlptúra. Já. Gjörningur í Mjólkurbúðinni sko. Gjörningur sem í gangi bara lengi sko, akkurat. Það ekki Ragnar, nei? Nei, það hann Egill Logi. Já, það Egill. Já, akkurat. Og hann opnaði vísus síðustu helgi en heldur áfram bara núna. Já. Og Auður Lóa með sko svona skemmtilegir andstæður í millisýningan líka með þessa svarthvítu sýningu og síðan Auður Lóa með algjör svona litabombu. Það alveg bara svona litlir skúlptúrar, pappamassskúlptúrar en mjög kröftugir litir. Og síðan hann Gústaf Geir með svona mjög drungalega sýningu. Hún sem bara ótrúlega flott. Það bara Ketilhúsið myrkvað sem sagt og þarna það eru 3 vídeó og skúlptúrar, hljóð, eitthvað sem hreyfist og bara Sandtíma sálmur heitir sýningin og hún heitir eitthvað meira. Það er alveg heil lína. Já, við fyrirgefum þér öll að muna það ekki alveg. Og svo treystum við á góðaverið til þess að renna svo fram í fjörð og njóta. Það alltaf gott hérna á Akureyri, það ennþá betra í Fífubrekku. Það betur enn í firði. Það þekkir þú í raun. Heldur við. Það verður mjög skemmtilegt sko. 16 ólíkir listamenn. Bara eitthvað að gera skemmtilegt. Skemmtilega hluti sko. Til þessi lífið, að gera skemmtilega hluti og njóta þeirra. Heldur betur. Þegar aðrir gera það. Hjartans þakki fyrir komuna. Góða skemmtun og gott gengi á morgun við ykkar opnun, ykkar heimilingana. Takk fyrir það. Takk fyrir komuna og gleðilegt listasumar bara. Gleðilegt listasumar. Takk sem gleðilegt. Aldrei. Gleðilegt listasumar og þið gerir það sem þið viljið. Við fáum nokkur skilaboð.